þá tölum við minnkandi og vaxandi föll, einu nafni einhalla föll. Og við þurfum skilgreiningu og við látum f vera raungilt fall og svo höfum við bil í formengi f og síðan veljum við handahofi x1 og x2, 2 punkta úr bilinu i. Það er að segja x1 og x2 megi vera hvaða tölur sem vera skal úr bilinu i, en þó þannig að x1 sé strangt minni heldur en x2. Og þá fáum við 4 möguleika. Þá er f sagt vera í fyrsta lagi vaxandi á bilinu i ef f í x1 er minni eða jafnt og f í x2 og við getum haft þessa mynd svona til hliðsjónar. 2. F er stranglega vaxandi á bilinu i ef f í x1 er strangt minni heldur en f í x2 og við höfum svona mynd til hliðsjónar. 3. lagi f er minnkandi á i ef f í x1 er stærra jafnt og f í x2 og við getum haft svona mynd til hliðsjónar. Og það er ekkert sem segir í skilgreiningunni að fallið þurfi að vera samfellt. Þetta er minnkandi fall. Tökum eina mynd sem minnir okkur bara á það. Og í 4. lagi er f stranglega minnkandi á bilinu i ef f í x1 er strangt stærri heldur en f í x2. Fallgildi hérna vinstra megin er hærra heldur en fallgildi hér hægra megin. Gott og vel. Þá fáum við þægilega reglu af meðalgildisetningunni leiðir. Og nú fáum við reglu þá deildanleg föll. Þetta er þá regla einhalla föll sem eru vaxandi eða minnkandi, stranglega vaxandi eða stranglega minnkandi. Látum þá f vera deildanlegt fall á opnu bili i. Og þá gildir í fyrsta lagi ef afleiða f í punkti x er stærri eða jafnt 0 og þetta verður að gilda sérhvert x á bilinu, þá er f vaxandi á bilinu. Ef afleiða í x er strangt stærri en 0 fyrir sérhvert x á bilinu, þá er f stranglega vaxandi á i. Ef afleiða í punktinum x er minni eða jafnt 0 og þetta gildir sérhvert x á bilinu, þá séum f sé minnkandi á bilinu i. Og lokum ef að f merkti x er minni eða jafnt 0 fyrir sérhvert x á bilinu i, þá er f stranglega minnkandi á bilinu i. Við skulum sanna þetta, sönnun. Við þurfum að nota skilgreininguna. Ef x1 og x2 eru 2 punktar úr i, eða það er rauntölur úr i, þá er f samkvæmt forsendunni, já það er samfellt, það var gefið, það er deildanlegt fall. Það er þá samfellt á lokaða bilinu sem inniheldur x1 og x2 og deildanlegt á opna bilinu. Það er að segja við ætlum að nota meðalgildisetninguna. Allar forsendur fyrir henni eru uppfylltar. Þá er til einhver tala sem liggur á innmenginu. Þannig að hallatala sníðils er nákvæmlega afleiðan í punktinum x. Og nú getum við sagt, já þar sem að x er stærri en x1, þá er náttúrulega x2 mínus x1 jákvæð tala, strangt jákvæð. Og svo ef við horfum hér á þessu jöfnu, að þessi er alltaf jákvæð. Þannig að þessi mismunur hér, þessi tala hér í teljaranum, hefur sama formerki og hallatalan í punktinum, hallatala snertilínu. Segjum bara frá því, þá hefur afleiða í einhverjum innri punkti x á bilinu, sem dregur frá x1 upp í x2, sama formerki. Og formerkin eru, já, plus og mínus og svo höfum við samkvæmt formerkjafallinu 0 með. Sem sagt, afleiðan hefur sama formerki og þessi tala hér, f af x2 mínus f í x1.
þetta gefur okkur matið í öllum liðum. Og ég segir af þessu leiða allir liðirnir og skulum líta til dæmis á lið númer 2. Hvernig við að byrja ef f merkt í x er stærri en 0 fyrir sér hvert x á y. Það er forsendan. Og við erum að reyna að sýna þetta. Þá byrjum við. Skrifum forsendina. Ef alla tala í punktinum x er jákvæð fyrir sér hvert x á y, þá verður þetta hérna náttúrulega teljarinn vinstra megin að vera jákvæð tala. Nú er x1 minna en x2 og af þessari hérna jöfnu með því að fara bara yfir jafnaðarmerkið fæst að f í x1 er minna en f í x2. Hvað þýddi það? Þá förum við skilgreininguna. Að þá er f stranglega vaxandi á y. Sem sagt, ef f merkt í x er stærri en 0, strangt stærri en 0 fyrir sér hvert x á y, þá er f vaxandi á y. Og sem sagt sönnuðum þó þennan hérna lið, hinn eru gerðir á nákvæmlega sama hátt. Og þá skulum við líta á dæmi. Og þessi regla sem við kallum reglu einhallaföll, f, og skulum skoða aðeins betur. Ef f er stranglega einhalla, í því tilvíki sem vorum að skoða til dæmis hérna. En núna erum við með afleiðinguna, ef f er stranglega einhalla. Reglan er sett svona fram. Ef f merkt í x er strangt stærri en 0 á einhverju bili y, þá er f stranglega vaxandi á y. Hér höfum við til dæmis dæmi fall x í þriðja sem er stranglega vaxandi á y. Það segir við tökum punkt hérna, x1, hér er x2, þá er x1 í þriðja minni en x2 í þriðja. En við þurfum aðeins að gæta því hvað það reglan segir ekki. Hún segir ekki að ef f er stranglega vaxandi á y, þá sé þetta alltaf uppfyllt. Og hér höfum við þá dæmi það. Því að til dæmis er fallið x í þriðja, þessi þriðjastigs einliða, þetta er stranglega vaxandi fall á öllum reyndarhlagsnum. Það er að segja, samkvæmt skilgreiningunni, ef x1 er minna en x2, þá er x1 í þriðja minna en x2 í þriðja. En ef við skoðum þetta hérna fall og tökum afleiðu, þá fáum við 3x í öðru, setjum svo bara 0 inn í afleiðuna, hérna, að þá fáum við hallatalan í 0 er 0. En reglan segir, ef afleiðan er stærri en 0 á bilinu, þá er f stranglega vaxandi. Og hvað eigum við að sjá að þessu? Að fall sem er stranglega einhalla á bili, ef það er forsenda, þá getur það alveg gerst að það hafi afleiðu 0 í einhverjum punkti á bilinu. Hvernig þetta var svona einangraðan punkt. Því að ef ég vík örlítið frá 0, þá fæ ég náttúrulega plústölu hér út. Bara ef þetta er 0 aðeins ef x er 0. Ef ég prófa 0,01, þá er ég komið með stærri en 0. Eða ef ég prófa mínus 0,1, þá fæ ég líka að afleiðan er jákvæð. Og þetta gefur okkur hugmyndina um hvernig maður nálgast svokallaða beygju skilapunkta. Nefnilega, ef f er stranglega vaxandi á bili y en til er einangraður punktur c á bilinu, þannig að afleiðan í c er 0, þetta er skilgreining, þá segjum við að f hafi beygjuskil í þessum punkti x jafnt og c. Og ef við setjum punktin á fallritið, punkturinn c, f af c kallast þá beygjuskila punktur. Og skilgreiningin, hún verður að gilda líka fyrir stranglega minnkandi fall. Þó hann sé ekki skrifuð hér,
og við getum sett hana fram ef f er stranglega minnkandi á y en til er einangraður punktur c á bilinu, þannig að f merkt í c er 0, þá er það sama, þá er f sagt hafa beygjuskil í x jafnt á c og alveg sama punkturinn c, f af c á fallritinu kallast beygjuskilapunktur. Á skilgreiningunni leiðir þá fyrir stranglega vaxandi að ef við setjum tölur sem er örlítið stærri heldur en c inn, þá fá f merkt í c plus, segja delta, að þá fá f merkt í c plus delta er jákvætt því að ferillinn heldur áfram að vaxa. Það er stranglega vaxandi og fyrir stranglega minnkandi föll á y. Ef við setjum víkjum örlítið frá c sem c plus delta, þá fá f merkt í c er strangt minni 0. Þá getur ágætt að skoða dæmi. Sýnið að þetta fall hérna, x í þriðja mínus 3x í öðru plus 3x plus 2, það sé stranglega vaxandi á þessu bili hér. Það er reyndar stranglega vaxandi allstaðar. Það verður stranglega vaxandi fall. En það hafi beygjuskil í x jafnt á 1. Að sýna það. Nefnilega gerist það að ef við deildum og fá bara f merkt af x er strangt stærri en 0, þá er þetta ekkert mál. Þá er það stranglega vaxandi samkvæmt skilgreiningunni. En ef við fáum að f merkt í x er jafnt á 0 akkúrat í einum punkti við strangt vaxandi fall, þá er það beygjuskilapunktur. Og nú skulum við bara láta stærðfræðina hjálpa okkur. Við tökum afleiða fallinu. Við fáum 3x í öðru mínus 6x plus 3 og afleiðina 2 er 0. 3 út fyrir sviga. Og hér getum við nota ferningsreglu mismunar til þess að þátta og fáum x mínus 1 í öðru. Þannig ef við horfum hérna, þá sjáum við að ef við setjum x jafnt á 1 inn, sem sagt 1 hér, þá fáum við 0. Og ef við setjum bara eitthvað annað heldur en 1, til dæmis 1,1, þá fáum við stærri en 0. Ef við setjum mínus 1,1, þá fáum við líka eitthvað sem er stærri en 0. Þannig að hér er beygjuskilapunktur. Segjum bara frá þessu hér með stærðfræðinni. Nú er f merkt í 1 0, en f merkt í x er stærri en 0 ef x er ekki 1. F hefur því beygjuskil í x jafnt á 1 samkvæmt skilgreiningunni og ef við setjum náttúrulega 1 hérna inn í formúluna, þá fáum við 1 mínus 3 plus 3 plus 2 sem gefur 1 og þetta er punktur á fallritinu sem við köllum bara beygjuskilapunkt. Skoða hérna annað dæmi. Hvar er fallið f af x jafnt á x í þriðja mínus 2x öðru plus 2 stranglega vaxandi og hvar er það stranglega minnkandi? Og þegar maður spyr svona hvar, þá er átt við á hvaða heilum rauntanna bilum. Við tökum afleiðuna, fáum 3x í öðru mínus 4x plus 0. Hér sjáum við að x er þáttur í báðum liðum, ég ætla líka að taka 3 út fyrir. 3 á móti 3 hér. Þannig ég tek 3x út fyrir svega og hérna stendur x mínus 4 þriðju. Ég vil sem sagt finna f merkt af x strangt stærri en 0 og hér f merkt í x strangt minni 0. Ég byrja að stilla þessu upp. Þetta er skilið fyrir stranglega vaxandi og stranglega minnkandi. Samkvæmt reglunum einhalla föll. Ég ætti kannski að segja samkvæmt reglunum einhalla deildanleg föll. Og þá er nú bara oft þægilegt að stilla upp formerkjatöflu. Ég sé 0 stöðarnar. Hérna stilli ég upp þáttunum. Hérna mætti líka standa 3x. En allt í leið, við þurfum bara að vita formerki. Og hér er hinn þátturinn, x mínus 4 þriðju. Og þar sem þessi nú raða svona upp, hér er 0 stöðnar, 0 og 4 þriðju. Þá sjáum við að x er mínustala ef x er minna en 0. Alltaf 0 ef x er 0. Og alls staðar er þetta jákvætt. Þá skoðum við einlínulega liðin. X mínus 4 þriðju er 0.
þegar við fáum 4/3, fyrir neðan 4/3 erum við með mínustölur og fyrir ofan 4/3 erum við með plústölur. Og nú getum við fundið út formerkið á afleiðunni. Það er að margfalda 3x við x mínus 4/3, mínus er plús, 0 sinnum mínustala er plústala, plústala sinnum mínustala er mínustala, plústala sinnum 0 er 0, plústala sinnum plústala er plústala. Og þá eigum við að lesa á töflunni. Afleiða f er strangt stærri en 0 ef x er á bílinu frá mínus óendanlega upp að 0, hérna, eða á þessu opna bíli frá 4/3 og svo náttúrulega út við óendanlega. Köllum þetta bara í 1 og þá getum við tekið ályktun. Er ekki jafngilt heldur þá er samkvæmt reglunni. Þá er f stranglega vaxandi á þessu bíli. Og svo finnum við hvað það er stranglega minnkandi. Við erum búin að reikna út formúlu afleiðunar og notum áfram formerkjatöfluna og við sjáum að það hér á milli 0 og 4/3 sem við fáum neikvætt formerki á afleiðuna. Svoleiðis að afleiðan er minni 0 ef x er þessu bíli hér. En f er stranglega vaxandi á þessu bíli hérna. Við skulum segja þetta komið og lítum næst á dæmi þar sem við notum meðalgildisetninguna til að búa til ójöfnur.